Útbreiðsla efnanna sem í dag falla í flokkinn ólögleg fíkniefni hófst á 7. áratug síðustu aldar í vestrænum ríkjum. Dópið var á upphafsárunum gjarnan táknum frjálslyndan lífstíl en neysla og umsvif viðskipta jukust hægt og bítandi. Upp úr miðjum 9. áratugnum tók heimsmarkaður fíkniefna vaxtarkipp. Ræktun á fíkniefnaplöntum í Suður-Ameríku, Arabalöndum og Austurlöndum fjær fór að aukast hratt og hefur margfaldast á 10 til 15 árum þrátt fyrir umfangsmiklar aðgerðir ríkja og alþjóðastofnana til að stemma stigu við framleiðslunni. Árleg velta ólöglegra fíkniefna í heiminum varlega áætluð 40.000 milljarðar íslenskra króna sem fjórðungur af útflutningsverðmæti ríkja heims. Fíkniefnin velta meiru en bílaiðnaðurinn og jarðarbúar eyða langtum meiri peningum í dóp heldur en fatnað. Barátta ríkja gegn neyslu fíkniefna og verslun með þau hefur harðnað og Ísland þar ekki undanskilið. Lengst af var markaðurinn hér á landi ekki stærri en svo að yfirvöld töldu sig hafa yfirsýn og geta haldið neyslunni í skefjum. Margt bendir hins vegar til þess að á síðustu 10 til 15 árum hafi fíkniefna skriða farið af stað í þjóðfélaginu sem ekki sér fyrir endan á. Aukningin var fyrst í formi e-tafna og svo í stóraukinni neyslu á hassi og maríjúana, amfetamíni, kókaíni og ekki síst sterkum ópíumefnum á borðið morfín. Viðbrögð ríkisvaldsins hafa meðal annars verið á þá leið að stórauka allan viðbúnað í baráttunni gegn fíkniefnum. Heimildarmyndin Dópstríðið dregur nafn sitt af þessari umfangsmiklu baráttu. Ætlunin að sýna hvernig stríðið fer fram en einnig að gefa innsýn inn í dópmarkaðinn á Íslandi. Erum við til dæmis á réttri leið í átt að því markmiði að draga úr skaðanum sem fíkniefnin valda í samfélaginu eða erum við á undanhaldi? Ungir Íslendingar sjást hér undirbúa hassneyslu í heimahúsi í Reykjavík. Fólkinu ljóst að með þessu það að fremja alvarlegt lögbrot og á yfir höfði sér háa refsingu eða jafnvel fangelsisdóm komist lögreglan á snoður það. Þetta samt langt í frá að vera einstakur viðburður. Neysla af þessu tagi á sér stað í miklum mæli daglega allt land. Þegar búið að losa tóbak úr venjulegri sígarettu hassbúturinn hitaður svo auðveldara sé að dreifa úr efninu. Svo tóbakinu og hassinu blandað saman. Efnið sem hér reykt upprunnið í Marokkó í Norður-Afríku, þaðan sem stór hluti heimsframleiðslunnar kemur. Líklegt að hassið hafi verið hluti af sendingu hingað til lands frá Danmörku. Danmörk miðstöð fíkniefna viðskipta á Norðurlöndum, hvort sem að ræða kannabisefni eða svonefnt hörðefni á borð við e-töflur, amfetamín og kókaín. Hassneysla hefur fest sig í sessi á Íslandi og ætla má árlega sé 1 tonn reykt hér á landi. Stríð ríkisvaldsins gegn ólöglegum fíkniefnum fer fram á mörgum vígstöðum. Tollurinn sér að framfylgja banni við innflutningi. Hér stendur yfir þjálfun tollvarða og fíkniefnahunda. Norskur hundaþjálfari gefur leiðbeiningar hvar kókaíni skuli komið fyrir í bíl. Hann starfar alfarið við þjálfun af þessu tagi, meðal annars fyrir Skotland Yard í Bretlandi og lögreglu og tollayfirvöld á Norðurlöndum. Tollvörður sækir einn hundana sem fær það verkefni að finna dópið. Hundarnir flakka ekki á milli tollvarða eða lögregluþjóna, heldur vinna þeir aðeins með einum húsbónda. Þessir tveir verða framvegis saman. Yeah, just on the other side of the pool. Yeah, definitely.
Þróun hefur orðið í þjálfun hunda og þeir sem eru notaðir í dag eru sagðir mun öflugri og þefvísari en áður þekktist. Þessi hundur hefur verið í þjálfun nánast frá því hann fæddist og var ekki í vandræðum með að finna fíkniefni í þetta skipti. Í verðlaun fær hann boltaleik með húsbóndanum. Leikurinn veitir hundinum nauðsynlega örvun og er ómissandi hluti af fíkniefnaleit með hundi. Frá því fyrsti fíkniefnaleitarhundurinn kom hingað til lands fyrir rúmum 3 áratugum hefur vægi hunda aukist í öllu fíkniefnaeftirliti og nú að jafna þeim 7 við störf. Eitt fraktskipa Eimskipafélagsins leggst að bryggju í Reykjavíkurhöfn og tollgæslan bíður á hafnarbakkanum. Af einhverjum ástæðum hefur verið ákveðið að leita í skipinu. Byrjað á að heilsa upp á skipstjóran og fara yfir pappíra. Öll skip eru tollafgreidd en fíkniefnaleit skellur jafnan á fyrirvaralaust. Skipverjar á þessu skipi ættu ekki að hafa haft hugmynd að aðgerða þessu tagi væri yfirvofandi. Skipverjar eru sjaldan yfir sér hrifnir af því þegar tollverðir koma og róta í eigum þeirra en láta þetta þó yfir sig ganga. Aðeins tollurinn veit hvers vegna ákveðið var að framkvæma fíkniefnaleit í Dettifossi þennan dag. Á hverju ári koma 2000 skip til landsins og með þeim 90.000 gámar. Það gefur auga leið að tollgæslan getur aldrei skoðað allt þetta vöruflæði og þarf því að velja úr verkefni og við það val þá beitir tollgæslan svokallar áhættustjórnun sem felur í sér áhættugreiningu og forgangsraðarverkefnum á þeim grundvelli. Auk þess sem að tollgæslan beitir líka handahófskenndu úrtaki við verkefnaval sitt. Árið 2002 fundust 30 kílógramm af hassi í skipi en annars hefur lítið magn fundist. Tollverðirnir velja sér staði en því fer fjarri að leitin sé tæmandi. Skipið er stórt og mögulegir felustæðir næstum óteljandi. Til að leita af sér allan grun þyrfti fleiri tollverði og meiri tíma. Það getur verið mjög erfitt að finna fíkniefni sem dæmi í stóru fraktskipi sem getur borið 1500 gáma. Það er mjög auðvelt að fela fíkniefni en menn vilja það við hafa. Eftir yfirreið hundsins skipið má telja líklegt að fíkniefni séu að minnstakosti ekki í vistarverum skipverja. Á það verður þó að líta að mögulegt að pakka fíkniefnum þannig að þau færi fram hjá þefskinni jafnvel öflugustu leitarhunda. Ekkert fannst í þetta skipti. Það þýðir ekki að öruggt sé að engin ólögleg efni séu í skipinu en tollgæslan hefur gert það sem í hennar valdi stendur. Leitað fíkniefnum snýst að stórum hluta að komast að því hvað sendingar til landsins innihalda án þess að opna þær. Hér er til dæmis bíll búinn röntgentæki sem ferðast á milli póstafgreiðslufyrirtækja. Tollverðirnir á röntgenbílnum koma fyrirvaralaust, renna bílnum í veg fyrir sendibíla og grannskoða farm þeirra. Hliðarnar eru opnaðar og pökkum rennt í gegn.
Fyrir nokkru sáu tollverðir grunnsamlega útlítandi borðplötu á skjánum. Hérna fundum við, sem sést vel í röntgen, 5 kíló af fíkniefnum inn í borðplötu sem við sáum við leit. Tollverðir leita ekki eingöngu að ólöglegu dópi. Í tölvunni sjást dæmi aðra hluti sem þeir gætu fundið. Svona hjálpisa. Hérna er með sprengju inn í hárblásara. Hérna sést móta fyrir hárblásarunum. Og hérna snúran á honum og hér er sprengiefni. Þetta er handsprengjur. Þetta er par af handjárnum, eitt sett af handjárnum. Skambissa. Lofthylki í hana. Ekkert fannst í þetta skipti. Slökkt er á röntgentækinu og tollverðirnir keyra á næsta stað. Þar munu þeir halda ótrauður áfram leitinni. Smærri bögglar fara í gegnum eftirlit í póstmiðstöðinni við Stórhöfða í Reykjavík. Hundurinn er í þessu tilviki fyrsta stigið í eftirlitinu. Á bandinu eru pokar sem innihalda böggla frá ýmsum löndum. Það vekur athygli tollvarðarins að hundurinn sýnir sérstakan áhuga á einum póka. En það er vísbendingum að þar gæti verið eitthvað að finna. Tollvörðurinn grípur pókan ekki strax, heldur bregður og leik með hundinum. Eins og alltaf í fíkniefnaleit með hundi þarf húsbóndinn að passa upp á að veita hundinum næga og rétta örvun. Hundurinn fær boltaleika launum áður en hægt er að halda áfram. Þá er farið yfir í gegnumlýsingu, annað stigið í eftirlitinu. Sendingarnar í þessum poka eru frá Danmörku. Þrír pakkar innihalda eitthvað sem lítur grunnsamlega út og gefa tilefni til nánari skoðunar. Mikilvægt er að vandað sé til verka og öllu haldið til haga, enda þarf í flestum tilvikum að skilja við sendingarnar eins og þær voru áður. Tollverðirnir í póstmiðstöðinni hafa áður séð öskjur innpakkaðar í plastfilmu og grunur vaknar strax.